Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Á Akureyri má finna ítalskt kaffihús sem segja má að sé vel falin perla. Orðakaffi hefur verið starfandi í húsnæði Amtsbókasafnsins á Akureyri í rúmlega 1 ár, en Serena Petrana sem rekur kaffihúsið flutti frá Ítalíu til Íslands fyrir rúmlega 3 árum eftir að hafa heillast af landinu þegar hún kom hingað í ferðalag. Ég kom með maðurinn minn, hann kom fyrst eins og volontýr hingað. Já. Og byrjaði þarna að vinna og svo, að hjálpa. Og svo kom ég eftir 5 mánuði, ég kláraði háskólan á Ítalíu og svo kom hingað. Það var bara hugmynd að vorum að ferðast fyrst, svona 4 dagar ferð suður og svo vorum bara fælt in love og vorum að hugsa að koma hér. En maðurinn minn var hér fyrir 5 mánuði fyrst. Og svo ég bara var að trúa hvað hann sagði. Ég var bara mjög spennt. Hvað er það sem þú varst að læra í háskólanum? Ég lærði tungumálinu, svona kínversku, ensku og þýsku. Bara ekkert íslensku eða annað. Þú ert greinilega góð í tungumálum, talandi svona vel eftir 3 ár. Já. Serena átti erfitt með að finna nafn á kaffihúsið og setti þess vegna upp kassa þar sem fólk gat skrifað eigin hugmyndir. Hana langaði að láta nafnið tengja saman bókasafnið og kaffihúsið og orðakaffi var því fyrir valinu. Hún segir reksturinn ganga vel þótt hún hafi þurft að læra margt erfiðu leiðina. Það var mjög fínt. Fólkið ánægð og Hólmkell frá bókasafninu líka. Þá gott. Þú sagði mér áðan að þetta hefði verið svolítið lærdómsferli, það þurfa allt í einu að vera að elda ofan í svona marga. Já, það er ekki eins og að baka fyrir 2 eins og ég og kærastinn, eða kannski fyrir 5, en ég var aldrei að baka eða elda fyrir 10 og eins og núna 26 í dag. Það er bara öðruvísi. Og líka íslenskan langar kannski ekki að fá hvað við erum að fá okkur á Ítalíu. Kannski eitthvað, en með eitthvað breyting, með mikið sósu, sem ég er ennþá að læra. Já, en við erum ekki að setja sósu alls staðar, en fólki langar að vera með sósu. Þá ég er bara aðeins að læra. Nafnið orðakaffi hljómar afar íslenskt en flestir réttir eru innblásnir af ítalskri matargerð enda segist Serena varla geta eldað án þess að ítölsku áhrifin skíni í gegn. Ég er alltaf með eitthvað ítalskt, ekki bara 100%, það er mikið af uppskriftin sem kemur frá mamma eða amma eða systina, en líka frá mér bara svona. Og það er líka skemmtilega að prófa eitthvað nýtt og svona. Og ég er alltaf að reyna að breyta uppskriftin eða breyta matinn og kökunni og bara svona að fólkið kemur meira og til að skoða eða til að smaka. Það er nú eitt af því sem hefur verið mjög vinsælt hjá ykkur eru súrdeigsbrauð. Er ekki svoleiðis sem þú ert að gera núna? Já. Þetta er súrdeigs minn og ég er að baka það stundum svona fyrir fólki sem er að spyrja. Eða líka fyrir mig, af því að ég er með samloka. Þá er með svona súrdeigsbrauð eða venjuleg brauð eða focacciabrauð. Svo er bara alltaf tilbúið. Já, fólk getur pantað svona brauð hjá ykkur? Já, það getur pantað fyrir súrdeigsbrauð og það þarf að veita 2 daga áður. Já. Þetta tekur nú góðan tíma. Já,
ég þarf að taka það út súrdeigs starter. Ég tók út í dag svona klukkan 9. Það tekur 4 klukkutími til að hrísa upp og svo setur ég með svona uppskriftin með 200 af súrdeigs og svo það 400 vatn og svo 600 af blandað hveiti. Ég með 50% heilhveiti, svona lífrænt heilhveiti og svo með svona venjulegt bakað hveiti. Og svo bara blanda allt saman og láta standa svona hálftíma til klukkutími. Svo bara setja salt, smá vatn og bara byrja að hnoða. Þetta þannig að hnoða dálítið vel. Já, það tekur 10 mínútur og svo setur bara aftur í þessi og það þarf að vera 4 klukkutíma aftur á bakvið, 2 tímar aftur, bara smástund, ekki svona lengi og svo bara setja í kæli yfir nóttina. Þannig að þetta alveg heill sólarhringur. Já, og svo tekur dag á morgun, ég verð bara að baka brauðin. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.